Hérna, það er 1-1 niðurstaða, svona gera fyrir því fyrst þeirra vera mjög svekkjandi úrslit. Já, bara enn vonbrigðin að vinna ekki leik, sérstaklega þetta heimavelli og bara við erum bara sjálfum okkur vestir. Þú veist, það er að vera svona komin eitthvað svona eins og þessi komið í eitthvað svona hóli sem svona erfitt að svona grafa sig upp úr. Já, það er að líta þannig á þetta, en ég meina það er við komum okkur í 20-30 góða stöður til að búa til færi, búin til eitthvað færi, fáum nóga færin til þess að komast í 2-0, jafnvel 3-0. Þeir taka svona aðeins yfir leikinu meðan seinni hálfleik, gera vel, skora eitthvað skítamark eftir horn, beint úr horni. Við fáum svo 2-3 dauðafæri síðust 10 mínútur. Viljum meina að boltinn hafi verið inni en þið dæmduð ekki og niðurstaðan er jafntefli. Svona, ég heyra að þú ert bara svona greiðlega svekktur, sérstaklega með kannski eins og í restina þegar þið viljið meina að boltinn sé inni. Já, ég er ekki að fara að kvarta yfir dómarana við, sko, þannig að við fáum svo mörg færi til þess að klára hann leik og marga stöður, þannig að ein ákvörðun dómarans hefur ekkert það að segja. Svekktur að hafa ekki náð að liðið hafa ekki náð að nýta sér þau færi sem þau fengu? Já, bara svekktur út í þá og bara okkur, við í teiminu, við þurfum líka að líta inn á við erum ekki að ná að gera það sem til að ná að gera nóg til þess að vinna leikinn og við horfum á þessu leiki og horfum á andstæðingana og við teljum okkur búa til einhverja stöðu fyrir það og þeir komast í þessar stöður en boltinn vill ekki fara inn og svo fáum við alltaf mörg á okkur og þannig að svekktur út í bara allt á leikmennina og okkur og bara allt. Svona búið að vera greiðilega vonbrigði að byrjun á mótinu. Finnst þér þetta að vera svona kannski hérna að fara að íþyngjast eða svona fara að leggjast eitthvað á þá að það sé gangur svona illa? Já, örugglega. Það gerist alltaf þegar það gengur ekki vel. Þá fara menn kannski að hugsa hlutina og við erum að skipta mikið á liðinu, við erum að rótera ekki að því að við kannski viljum það endilega alltaf en það eru margir mittir og þannig er það hjá öllum liðum en það var eitthvað sem að kvarta undan því heimsmet í meiðslum, þannig að ég held að við séum að bæta það heimsmet. Og svona bara umræðan fyrir mót var náttúrulega þess eðlis að þið ættu svona að vera nánast formsatriði, finnst þið svona kannski sú umræða að einhverju leyti hafa kannski svona farið inn í hausinn á okkur eitthvað svoleiðis? Já, ef að sú umræða fór inn í hausinn á mönnum þá eru ekki 7. eða 8. leikurinn, það lítur einhvern tímann átt svo því að það kemur ekki sjálfum sér, þannig að ef að sú umræða er ennþá inn í haustum á leikmönnum þá þarf að skoða það alvarlega. Við ræðum það reglulega og leikmenn vita alveg að við þurfum að leggja meira á okkur og vinna grunnvinnin og allt þetta, sko, þannig að ég held að það getur vel verið það að vera í byrjun en ég trúi nú alltaf það sé ennþá. Hefurðu áhyggjur af stöðunni? Já, miklar. Hefurðu áhyggjur af svona bara framhaldinu hjá þér? Ég get ekki haft áhyggjur af okkur sem ég hef enga stjórn á, sko, þannig að það er bara stjórnin sem ákveður það en ég tel mig og teimið vera nægilega gott og til þess að snúa sér við og gera þetta vel en ég er ekkert að ljúga þér, það er vel að koma inn í hausinn á mér en við þurfum bara að halda áfram. Hvernig þá er bara framhaldið við? Frí helgina, æfingu mánudaginn. Takk fyrir.